En bólar ekkert á stöðugleika sáttmála ríkisstjórnarinnar og aðila vinnumarkaðarins. Erfiðlega gengur að ná lendingu í ríkisfjármálunum og telja ASÍ og samtök atvinnulífsins að ríkisstjórnin gangi of langt í skattahækkunar áformum og of skammt í niðurskurði. Gylfi Magnússon, viðskiptaráðherra, situr fyrir svörum hér eftir augnablik stöðugleika sáttmálann, Icesave og lánshæfismat íslenska ríkisins. En við byrjum á Gylfa Magnúsinni sem sestur hjá Sigmari. Gylfi, vertu velkominn. Takk þér. Við skulum tala fyrst aðeins þennan stöðugleika sáttmála. Þú hefur verið að setja þar fundi að undanförnum þar sem verið að ræða við aðila vinnumarkaðarins það hvernig hægt að ná þessum málum öllum saman og okkur skilst að aðilar vinnumarkaðarins séu býsna ósáttir við það hversu mikið þið viljið hækka skatta og þá minna hversu mikið þið viljið hækka skatta og hversu lítið þið viljið þá skera niður. Gætu þið ekki gengið lengra í niðurskurðaráttina til þess að álögur á fólk og fyrirtæki verði ekki svona mikil? Já, þetta er reyndar dálítil einföldun því að þeir hafa nú líka lagst gegn niðurskurði á ákveðnum sviðum, þannig að þetta er dálítið spurning hvernig við skiptum byrðunum, annars vegar á skatta og þá hvernig skatta og svo hins vegar á niðurskurð og hvar hann hvort hann í velferðarkerfinu eða stjórnkerfinu eða í framkvæmdum. Og það er búið að teikna upp ákveðna áætlun sem að ríkisstjórnin leggur fram og hún var kynnt fyrir þeim í gær og það var nú held ég nokkurn veginn sátt fyrstu skrefin en þeir vildu skoða betur aðeins hvað munum gera undir lok tímabilsins sem við að skoða 2012 og 2013 og það væntanlega það sem að stendur út af núna. Ég held að flest annað hafi legið fyrir. En nauðsynlegt að ganga svona langt í því að leggja álögur á fyrirtæki og fólki í landinu sem nú þegar að kikna? Það auðvitað engum léttbært að leysa svona vanda með auknum sköttum en það heldur ekki léttbært að gera það með niðurskurði þannig að það verður bara að reyna að deila þessum byrðum annars vegar á þá sem að njóta opinberrar þjónustu og svo hins vegar á þá sem að greiða þá. Það engum öðrum til að dreifa en auðvitað getur sitt síns hverjum það nákvæmlega hvernig það að gera, hvað það að gera með opinberrum sköttum, hvað það að gera með beinum sköttum ætla ég að segja og hvað að gera með óbeinum sköttum. Hvað á að gera með niðurskurði í framkvæmdum, það er víðtæk sátt að reyna að standa vörð velferðarkerfið, en það er óskaplega dýrt, tryggingakerfið og náttúrulega heilbrigðiskerfið og menntakerfið eru þyngstu útgjaldaliðirnir hjá hinu opinbera og þar vill enginn skera niður, en það er óhjákvæmilegt jafnvel þar að skera eitthvað niður, þannig að þetta er dálítið erfitt púsluspil og það hafa allir skoðanir á því hvernig á að leysa það, en ríkisstjórnin hefur lagt fram sína sín og nú eru þessir aðalega vinnumarkaðarins að fara yfir hana. Já, en þegar að skattarnir verða háir og þá náttúrulega hefur fólk og fyrirtæki minna úr að spila og það þá væntanlega getur framlengt þetta ástand, þessa kreppu. Jú, það er alveg rétt að skattahækkun og hún náttúrulega veldur vandræðum hjá þeim sem greiða en reyndar það líka þannig að niðurskurður í opinberum rekstri eða framkvæmdum, hann kælir líka hagkerfið. Þannig að það eru engir góðir kostir í stöðunum. Við reynum einfaldlega að velja skástu kostirna af mörgum slæmum. En þegar við skoðum á það hvað ríkisútgjöld hafa aukist svakalega mikið og þau jukust hérna mjög mikið á góðaristímanum, þá ekki, ég ætla ekki að nota orðið auðvelt, en það hlýtur að vera hægt að skera svolítið hressilega niður án þess að þjónustustig og almannaþjónustun öll fari endilega einhverja áratugi eftir í tíman. Jú, en það verður það gert. Ríkisútgjöld verða færð aftur í tíman ef við teiknum upp þannig, þau verða sennilega svipuð og þau voru svona laust eftir aldamótin þegar upp staðið sem hlutfall af landsframleiðslu til dæmis. Það auðvitað þýðir ekki að við sitjum hér uppi með ónýta skóla og ónýta spítala, það er ekki svo slæmt en við þurfum að sætta okkur eitthvað verið þjónustu heldur en var þegar að best lét. Já, ertu sannfærður það með náu þessu saman, þessu stöðugleika sáttmála vegna þess að það kom eitthvað bakslag virtismenn í hádeginu í dag og þetta átti náttúrulega að vera tilbúið fyrir ykkur í síðan. Ég er bjartsýnn. Ég held að það séu engar efnislegar ástæður til annars en að menn nái saman en auðvitað er það ekki í hendi fyrir en að allir eru búin að skrifa undir. Nei. Mér langar að tala aðeins við Icesave líka og það sem að núna hefur verið svolítið rætt undanfarna það er svo margt í þessu máli sem að hefur verið rætt fram og tilbaka en eitt er það að það var komið fram lögmenn, hæstaréttardómari Jón Steinar Gunnlaugsson, Sigurður Líndal talaði í dag og þeir segja báðir af hverju fer þetta ekki fyrir dóm. Þegar tveir deila þá er eðlilegt að út máli sé gert fyrir dómi. Af hverju það ekki gert?
Já, þessu hefur nú verið svarað margoft áður. Það hafa ýmsir íslenski lögfræðingar, meðal annars þessi tveir sem þú nefnir og reynda fjölda margir aðrir ágætir íslenski lögfræðingar rætt þessa leið. En það hefur því miður engin málsmetandi aðili utan Íslands og alls ekki viðsemjendur okkar lögð máls á því. Ekki einu sinni vinaþjóður okkar á Norðurlöndunum hafa tekið undir að við getum á einhvern hátt véfengt þessa kröfu fyrir dómstóli. Þannig að sú leið hefur einfaldlega ekki verið fær. Síðan má reyndar hafa í huga að ef hún væri fær, ef við gætum farið fyrir dómstól með þetta, að þá ættum við þetta að myndi fyrir okkur liggja að Bretar og Hollendingar myndu koma fram með sínar ítrustu kröfur. Og þá skiptir máli að nú eru þeir búin að fallast á annars vegar að það bil helmingurinn af kostnaðinum falli á þá og svo hins vegar eru búin að fallast á að veita Íslendingum mjög hagstætt lán, þar sem það mun hagstæðara heldur en Íslendingar eiga kost á ella. Ef að við tækjumst á þetta án samninga, að þá myndu Hollendingar og Bretar auðvitað fara fram með sínar ítrustu kröfur sem gætu meir en tvöfaldað kostnað Íslendinga af þessu öllu saman. Þannig að menn megi ekki líta á þessa dómstóluleið ef hún væri fær sem einhverja leið sem væri án áhættu. Við getum bara unnið á henni því að við getum hæglega orðið fyrir lent í miklu verri stöðu heldur en við erum núna, því að nú erum við þó búin að tryggja okkur það að greiðslubyrðin dreift á langan tíma með tiltölulega hagstæðum kjörum og að Bretar og Hollendingar fallast á að greiða sinn hluta af þessu. Já, en dómstóluleiðin ekki fær, segiru. Erum við búin að vera nógu frek og ákveðin í því að láta á það reyna? Því að ef við komum þannig fram að við séum ósátt, við viljum ekki borga þetta, okkur finnst þetta ekki sanngjarnt, okkur finnst ekki vera lagarök fyrir þessu, þá hljótum við alltaf að eiga þann rétt. Ég meina, ekki samskipti ríkja í millum alltaf þannig að það sé hægt að útkljá þetta fyrir dómstólum? Já, það nú reyndar aðeins aðra reglur sem að gilda deilur ríkja heldur en deilur einstaklinga, þannig að það ekki sjálfkrafa hægt að vísa málum til dómstóla. Auðvitað gætum við í einhverjum skilningi bara hafa gerðardóm? Já, það eitthvað sem menn verður alltaf að sætta sig á. Við getum sjálfsagt fengið Breta og Hollendinga til að sætta sig á einhvern gerðardóm, en þá myndu Bretar og Hollendinga væntanlega krefjast þess að hann skipað með tilteknum hætti, þannig að það lægi nánast fyrir í upphafi hvernig niðurstaðan hans yrði. Og þar fyrir utan að þá liggur alveg fyrir að Bretar og Hollendingar reyndar ekki bara þeir heldur allt Evrópusambandið og reyndar líka þjóðir eins og Normenn sem standa utan Evrópusambandsins, að þær hafa ekkert vilja ljá mjáls á því að það leiki einhver lagalegur vafi á lögmæti innstæðu tryggingakerfisins í Evrópu með því að opna á að fara með það fyrir dómstóla, vegna þess að þeir átta sig auðvitað á því að leið og slík umræða hæfist að þá mjög hætt við því að það áhlaup á banka alla Evrópu. Já, menn hafa nú einmitt bent á að það gæti einmitt verið samningsstaður fyrir okkur. Það gæti verið vopn í baráttunni við þessar þjóðir. Já, en það má segja að við höfum náð eins hagstæðum samningum og hægt var meðal annars með því að nota þetta vopn eins og önnur. Þannig að það hefur þá verið notað í þessum viðræðum. Við náttúrulega reynum að verja íslenska hagsmuni eins vel og hægt með öllum tiltækum ráðum. Já, en hvað eru engin mörk á því hvað þér hugnast að greiða fyrir þetta Icesave-dæmi allt saman? Ég meina, þetta rosalegur óvissuþáttur. Sumir segja 150 milljarðar, aðrir segja 600 milljarðar, það hefur heyrast tölur ennþá hærri jafnvel. Ég meina, þið hljótuð einhvern veginn að hafa sett þetta niður fyrir ykkur, við viljum ekki greiða hærra heldur en einhverja tiltekna upphæð. Hvar eru þau mörk? Ég náttúrulega eins og allir aðrir Íslendingar vil helst ekki borga krónu. Það náttúrulega fyrst verður átt okkur á því að þetta Þið eru samt búin að semja þannig að við þurfum að borga helling. Þetta í alla staði vestamál og þau erum átt okkur á því að það gat aldrei orðið góð útkoma úr því, en við teljum að þetta hefur verið svo skásta sem völ var á. Það liggur þá fyrir að hvað við þurfum að greiða að hámarki og svo á móti koma eignir Landsbankans og það nú búið að koma fram mat á því hversu miklar þær eignir eru og síðan hægt að áætla hversu miklir vextir falla til að auki, þannig að heildartalan hún liggur einhver staðar á bilinu kannski 150 til 300 milljarðar. Bara vextirnir geta nú mjög auðveldlega verið 200-300 milljarðar og þeir eru ekki partur af forgangskröfum. Við borgum þá allt. Já, við borgum vextina, það alveg rétt, en það hafi í huga að upphæðin verður greidd niður mjög hratt á fyrstu árum samningsins, þannig að það verður ekki nema lítill hluti heildarupphæðina sem verður á vöxtum. En byrju, menn alltaf geyma eigurnar, menn alltaf geyma þær og fá betra verð fyrir þær seinna.
Já, það reyndar ekki alls kostar rétt. Þetta eru lán og það verið að borga af lánunum, þannig að það kemur jafnt og þétt inni í búið og reyndar mikið laust fyrir inn í búinu nú þegar. Já, þegar menn talað enga brunaútsölu náttúrulega? Nei, það sem menn eiga við það að þetta eru mest útlán sem á að greiða tilbaka á einhverjum árum og það verður að mestu bara beðið þangað til að þau eru greidd samkvæmt upphaflegum lánsskilmálum. Það sem menn eiga við með brunaútsölu það ef þessi lánasöfn væru seld öðrum banka. Það yrði ekki hægt að gera nema á mjög slæmum kjörum eins og ástandið núna. En það breytir því ekki að það stöðugt streymi af pundum og evrum og öðrum erlendum myntum inn í þetta eignasafn þegar verið að greiða þessum lánum. Já, ef við segjum, og það náttúrulega leiðilegt að tala hlutinu og svona, en við verðum bara samt að gera það vegna sem við vitum þetta ekki nákvæmlega. Ef við erum að borga einhverja 150 milljarða í vexti og einhverja 150 milljarða vegna þess að eignir duga ekki, þá erum við komin í 300 milljarða. Er það ásættanleg tala? Er það ásættanleg niðurstaða fyrir skattgreiðendur í þessu landi? Nei, það auðvitað þrælfúl niðurstaða, ekki bara fyrir skattgreiðendur, heldur fyrir Íslendinga. En ef hún ásættanleg í einhverjum skilningi að þá þetta skásti kosturinn af mörgum slæmum. En ef við förum upp í 400-500, hvað segið þið þá? Hvað ætlið þið þá að segja við þjóðina? Það nú fyrst alveg ætla ekki að spá því að það gerist, en ef að það gerist þá verður alveg raunverulega hætt á því? Já, ég ætla nú ekki að taka undir það, en þá verður þetta bara ábyrgð þeirra sem stóðu fyrir þessum mesta glannaskap Íslandssögunnar þeim meiri. Og það eru Landsbankamennir? Það eru þetta fyrst og fremst Landsbankamennir, einnig þeir sem að stýrðu umgjörðinni sem Landsbankinn starfaði innan, þeir sem einkavæddu Landsbankann og stýrðu hér fjármálakerfinu og eftirlitsstofnunum og öðru á undanförnum árum. Þannig að 300 milljarðar það getur verið eðlileg ásættanleg niðurstaða í vondri stöðu en þegar þú ert komin upp í 400-500 þá er þetta orðið Já, ég ætla ekki að nota orðið ásættanlegt, þetta allt hundfúlt. Þetta allt hundfúlt. Hvað með neyðarlögin? Núna var frétt á Stöð 2 áðan þar sem við varum að tala það ef að neyðarlögin haldi ekki sem að sumir vilja meina sér raunverulegu hætta á að þá getur þessi tala farið upp í 800 milljarða þess vegna en ekki svolítið hætt á því að þessum neyðarlögum getur verið nekt? Það alveg öruggt að það verður látið reyna á þau fyrir dómstólum, meðal annars af þeim sem að eiga almennar kröfur í bankana, skuldabréf eða eitthvað annað sem voru færð aftur fyrir innstæður með neyðarlögunum. En lögfræðingar ríkisins, bæði núna á síðustu mánuðum og svo síðastliðið haust, í tíð þáverandi ríkisstjórnar, fóru yfir þetta allt saman og mátu það svo að lögin myndu halda og geta reyndar vísa til þess að svona sambærilegar aðgerðir eru nánast venjan þegar að bankar komast í þrot og þá innstæðum komið í skjól og eignum á móti. Þannig að þetta ekki íslensk uppfinning og það þetta styrkir menn í trúni á því að þetta muni halda. Já, og enn og aftur það svo leiðilegt að tala hvað ef, en þegar óvissuþættirnir eru svona margir þá verður við samt að gera það. Ef að neyðarlögunum verður hnekkt, í hvaða stöðu íslenska þjóðin þá? Þá erum við auðvitað í að mörguleiti slæmri stöðu, en ekki bara út af ICE, það ýmislegt fleira sem væri þá í uppnámi, en við miðum við að það gerist ekki og allar okkar áætlanir miðast við að það gerist ekki og auðvitað verður tekið hressilega á móti þegar að tekist verður á þetta fyrir dómstólum. Á hvaða fleiri þætti hefði þetta áhrif heldur en ICE? Já, þetta hefði áhrif á allt nýja bankakerfið og hinn þrotabúin líka, Kaupþing og Glitnir, þetta hefur ekki bara með Landsbankann að gera. Mér langar að tala líka aðeins við lánshæfismat íslenska ríkisins því að þessi matsfyrirtæki nú eitthvað að fara yfir stöðuna hérna og skoða hvernig einhvern þau að gefa okkur og það verðist vera raunverulega hætt á því að við föllum þarna niður eitthvað flokk og þá að fara að tala junk bonds eða ruslbréf sem nú kannski ekki græsileg staða og núna erum við á sama stað á Kazakstan, Króatía og Búlgaría sem náttúrulega svolítið merkilegt með það hvar við vorum fyrir 2 árum síðan. Horfur þar eru hins vegar betri heldur en hér. Hvernig metur þú þetta? Er hættan mikil á því að við færumst niður flokki á þessum matsfyrirtækjum? Ég tel að það gerist ekki. Þetta einhverja líkur á því en ég tel að það gerist ekki. Ef það hins vegar gerðist þá myndi það nú væntanlega vera tímabundið með að við erum að draga úr mestu óvissinu hérna. Og við erum ekki að sækja okkur fé út á alþjóðlega lánamarkaði hvort þið þannig að það myndi kannski ekki hafa mikil áhrif til skamstíma. Hins vegar held ég að við Íslendingar getum fært góður rök fyrir því að langtíma horfur á Íslandi séu hreint ekki svo slæmar og reyndar einnig að við höfum fjármagn meðal annars vegna áætlunar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og þessa ICE samnings til þess að koma okkur í gegnum þrengingarna til skamstíma. Þannig ég held að við getum fært mjög góður rök fyrir því að þótt að hér þurfa að taka erfiðar ákvarðanir og skera niður að þá séu framtíðar horfur
Íslands það góðar að lánshæfismatið ætti ef ekki að hækka strax þá ætti það allavega að fara upp á við á næstu árum og það má minna á í þessu samhengi að eitt af því sem dregur úr vilja þessar lánshæfisfyrirtækja til þess að gefa okkur góða einkunn ýmiss konar óvissa og núna erum við að draga úr óvissu með ýmsum hætti. ICEF samningarnir voru eitt af því, samningar við Norðurlöndin fjármögnun Alþjóðagjaldeyrissjóðs áætlunarinnar annað, uppgjörið á milli gömlu og nýju bankana það þriðja sem kemur núna í sumar. Núna jafnframt að leggja fram áætlun í ríkisfjármálum til langs tíma og það dregur úr óvissu og síðan mun Alþingi á næstunni skera úr það hvort við sækjum með Evrópusambandið ekki. Þannig að framtíðarmyndin af íslenska hagkerfinu og þar meðal hæfi ríkissjóðs að standa í skilum mun skýrast mjög mikið bara núna í sumar og ég tel að þegar það allt saman liggur fyrir að þá muni menn róast eitthvað bæði þessi lánshæfisfyrirtæki og svo líka aðrir sem eiga viðskiptum við Íslendinga bæði innanlands og utan. En við myndum þola það að vera í þessum leiðilega flokki í eitthvað tíma, segirðu? Já, einfaldlega vegna þess að við erum ekki að sækja neitt fé út á alþjóðamarkaði. Þeir eru okkur lokaðir alveg burtséð frá lánshæfiseinkunninni. Já, og svo verður þá væntanlega mestu 2-3 árin eða hvað? Já, mér þetta ólíklegt að við gætum sótt okkur mikið fé út á alþjóðalánamarkaði alveg á allra næstu misserum en það reyndar fer eftir ýmsu meðal annars hvernig uppgjörið milli gömlu og nýju bankana fer og hvort það enda til dæmis með því einhver hluti íslenska bankakerfisins kemst í eigu erlendra aðila. Það myndi vera talsvert skref í áttina því að auðvelda aðgang okkar aftur að alþjóðlegum mörkuðum. Takk fyrir komuna. Takk fyrir.